Ég heiti Halldóra Traustadóttir og skrifstofustjóri þjónustu og samskipta á umhverfis- og skipulagssviði og fundarstjóri hér í dag. Dagskrá fundarins þannig að fyrst heldur Haraldur Sigurðsson, deildarstjóri aðalskipulagsins, 2 stuttar kynningar, annars vegar breytingu á aðalskipulagi varðandi svæðið og hins vegar framtíð skotæfingasvæðisins, staðarval og næstu skref. Í lokin verða umræður og spurningar. Þannig að við bíðum með spurningar þangað til að við höfum þennan panel, en til að svara í lokin eru Haraldur Sigurðsson, deildarstjóri aðalskipulagsins, Eiríkur Björn Björgvinsson, sviðsstjóri menningar, íþrótta og tómstundasviðs, Guðjón Ingi Eggertsson frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Svava Steinarsdóttir frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Aðalsteinn Haukur Sverrisson, formaður heilbrigðisnefndar, Dóra Björt Guðjónsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs og Pavel Batosek, sem formaður svæðisskipulagsnefndar. Ég vil geta þess að fundurinn tekinn upp og verður aðgengilegur á vef Reykjavíkur að fundi loknum. Einnig vil ég geta þess að umrædd breytingatillaga nú í auglýsingu í skipulagsgátt og frestur til að gera athugasemdir til 18. apríl næstkomandi. En fyrst býð ég Harald velkominn í pontu. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Eins og Halldóra kom inn þá ætla ég að fjalla þessa breytingu aðalskipulagi sem varðar skotæfingasvæðið og þið þekkið örugglega flest það ferli sem hefur verið í gangi undanfarið, og svo ætla ég aðeins að koma inn á mjög stuttlega svona framtíð svæðisins og þessa vinnu sem í gangi varðandi val á nýjum stað sem komið til svæðisskipulagsnefndar eða SSH. En ég held að við tökum mikið af því máli líka í umræðinu sem kemur á eftir og þau skilyrði sem við setjum fyrir mögulega endurnýjun starfsleyfa á svæðinu. Tökum það svolítið í umræðu á eftir. En þetta sem sagt breytingu aðalskipulagi sem við fórum af stað með fyrir ári síðan, og núna erum við stödd á þeim tímapunkti að tillagan í formlegri auglýsingu, 6 vikna auglýsingu, átti að ljúka 4. apríl í kynningu, en við framlengdum frestinn til 18. apríl og að ósk íbúðarráðsins þá var ákveðið að halda þennan fund til að kynna tillöguna betur. En þetta búið að vera tiltölulega langt ferli við þessa breytingu eins og venjulega með aðalskipulagsbreytingar. Við fórum af stað með þetta fyrir ári síðan í mars 2023 verklýsingu og rauninni frumdrög að tillögu og auglýstum hana með athugasemdafresti vorið 2023. Síðan settum við fram endurbætta tillögu fram í skipulagsgáttinu og auglýstum hana í haustið, núna síðastliðið haust, og fengum fram allmikil viðbrögð. Ég kem inn á það eftir. Þannig að núna erum við, og eftir það ferli þá fórum við aðeins í gegnum tillögun aftur og endurbættum hana. Og það tillagan sem liggur fyrir núna og til athugasemda til 18. apríl. Og ég ætla að koma inn á síðan bara í restina hvernig framhaldið af þessu svona samkvæmt skipulagslögunum. En ég ætla ekki að fara neitt djúpt í forsöguna, því þetta löng saga sem nær langt aftur, alveg 20 ára aftur í tímann, upphafið að skotæfingum á þessu svæði. En ég ætla að fara aðeins inn á bara hvernig ástæðan fyrir við förum í þessa breytingu aðalskipulagi núna. Og það kannski rétt að byrja, og þarna uppi mynd af aðalskipulaginu, gildandi aðalskipulagi, og afmörkun skotæfingasvæðinu sett þarna ofan á. Skotfélag Reykjavíkur þarna á svæðinu vestanverðu og skoturinn á svæðinu þarna til austurs, til að sýna það að þessi starfsemi var ekki í samræmi við framtíðar landnotkun á svæðinu. Og það var ástæðan kannski fyrir því að það hefur ekki verið gert deiliskipulag fyrir svæðið, af því það hefur alltaf verið horft á svæðið að það væri víkjandi fyrir framtíðar landnotkun eins og undirstrikað í gildandi aðalskipulagi.
En við settum inn í aðalskipulagið hins vegar ákvæði sem þarna feitletrað undir myndinni, svona skýra, að við töldum skýra heimildum það að það væru að við vildum endurnýja starfsleyfin til skemmri tíma meðan verið væri að finna nýjan stað fyrir þessa starfsemi. En síðan gerist það að starfsleyfin eins og þið þekkið, þau voru felld úr gildi fyrst fyrir Skotvin í byrjun eða í loka árs 2022 og síðan fyrir Skotfélag Reykjavíkur vorið 2023 og úrskurðarnefndin taldi að það væri ekki nægilega skýra forsendur fyrir starfseminni í aðalskipulagi og þess vegna fórum, og það er ástæðan fyrir því að við fórum í þetta ferli að breyta aðalskipulagi til að gera kleift að endurnýja leyfin til skemmri tíma litið meðan unnið væri að framtíðar staðsetningu skotdýrasvæðis. Og það sem gerist líka þarna í byrjun árs 2023 eftir að starfsleyfi Skotfélagsins var fellt úr gildi var að setja af stað starfshóp framtíðar staðsetningu. Það hafði áður verið vinna í gangi varðandi þetta mál innan borgarinnar en svona það var kannski ekki endilega þannig pressa á að klára vinnuna, það var verið að huga að þessu í nokkuð skipti en núna í byrjun á seinasta árs var ákveðið að setja hann starfshóp á stað og hann fekk það rauninni verkefni að finna og vinna með Skotdýrasambandi Íslands og ræða við nágrannasveitarfélögin mögulega staðsetningar en svona tímaraminn var mjög þröngur fyrir þennan hóp þannig að við ákveðum að á miðju seinasta ári og ég kem kannski betur inn þá eftir að víkka hópinn út og flytja verkefnið yfir til svæðisskipulagsnefndar og SSH og taka upp skýrt samtal líka við nágrannasveitarfélög utan höfuðborgarsvæðisins. Þetta er svona forsagan og ástæðan fyrir því að við förum í þessa breytingu og það kannski rétt að undirstrika það að þetta er rauninni tæknileg breyting sem við erum að gera og undirstrika líka að við erum að gera þetta horfum á þetta sem tímabundnar heimildir á Álfsnesinu. Þetta eru sem sagt markmiðin eða tilgangurinn sem var tilgreindur í verklýsingunni þegar við fórum á stað með verkefni fyrir ári síðan. Sem sagt að tryggja, eins og ég sagði, að tryggja þessa aðstöðu þannig að sé hægt að endurnýja starfsleyfin til skemmri tíma á Álfsnesinu meðan verið að finna nýjan stað. Og við lendum það líka að svona leiðarljósið í vinnunni væri að leita leiða til að draga úr og lágmarka umhverfisáhrif og taka betur á því í endurnýjuðum starfsleyfum. Við vitum að þetta er erfitt verkefni og mótvægisaðgerðir geta verið kostnaðarsamar þannig að erfitt að fara í þær meðan þegar tímabundna starfsemi er að ræða en við kannski komum betur inn á þá eftir en það er ýmislegt sem hægt kannski væri að gera í gegnum strangari kröfur í starfsleyfi. Við svona vinnan kannski gekk aðeins hægar fyrir sig, við hugsuðum á tímabili að vinnan gengi vel og það kæmi ykkur niðurstaði í starfshópinn framtíðarstarfsningu að reyna að kynna þá niðurstöðu að veri komið skýr valkostur áður en við farum í að samþykkja eða kynna frekar breytingun á aðalskipulaginu en það reyndist ekki raunhæft að gera það þannig. Þannig að í haust á ákváðu við eftir að við höfum vísað staðarvalsverkefninu inn í SSH að halda áfram með breytingun á aðalskipulaginu og þetta er textin sem fer inn í draugi sem voru kynnt í haust og gerða voru margar athugasemdir við þegar þetta var sett fram í skipulagsgáttinni en þarna stendur og þarna er svæði sýnt sem íþróttasvæði sett inn á sveitafélagsuppdrátt aðalskipulagsins 33 hektara svæði og það tekur þá yfir þetta iðnaðarsvæði sem var þarna skilgreint áður en það er tekið mjög skýrt fram eins og er þarna undirstrikað í textanum að þetta sé hort á að það sé þetta endurnýja starfsleyfin til ársloka 2028 og sagt síðan að þessi stefna verði tekin til endurskoðunar innan 4 ára. Þannig að það sé alveg á hreinu að þetta sé tímabundið. Aðeins það sem kom fram
við þessi drög eins og þau voru sett fram í haust. Það bárust 19 umsagnir og athugasemdir, bæði frá lögbúnum umsagnaraðilum og síðan voru 10 frá landeigendum og svona beinum hagsmunaaðilum á svæðinu, auk umsagna frá íbúaráði Kjalarness. Það kom svo sem ekkert á óvart í þessu. Við vitum að málið á sér langa sögu og mikil óánægja með þessa starfsemi meðal þeirra sem búa þarna næst. Og það náttúrulega hávaðinn og það líka blýmengunin og fleira sem nefnt í þessum umsögnum og athugasemdum. Og síðan það kom líka fram umsögn frá Vegagerðinni sem hafði áhyggjur af leynd starfsleyfis vegna Sundabrautar, sem verkefni sem komið á stað í aðalskipulagsbreytingu, og töldu að 2028 væri og langur tími fyrir starfsleyfi fyrir skoturinn sem liggur akkúrat á helgunarsvæði Sundabrautar. Íbúar á Kjalarness kom líka með athugasemd sem laut einkum að því að það ætti að binda rauninni breytinguna bara við starfsemi Skotfélags Reykjavíkur. Það íþróttafélag á vegum borgarinnar. Við berum ekki ábyrgð á skoturinn sem íþróttafélagi innan borgarinnar og þess vegna ætti þetta vera bundið við Skotfélag Reykjavíkur. Þessar athugasemdir eru allar kynntar með auglýstri tillögu og við fjölluðum náttúrulega þar í umhverfis- og skipulagsráði áður en að tillagan var samþykkt í auglýsingu. Og það komu líka athugasemdir frá Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun og Skipulagsstofnun sem við horfðum til og það sem gerðist með tillöguna frá því að vera drög sem voru kynnt í haust og þar til hún var samþykkt í auglýsingu var rauninni að binda inn í aðalskipulagið, inn í texta aðalskipulagsins ítarleg ákvæði sem þarf að taka tillit til við útgáfu starfsleyfis. Og þetta svolítið óvanlegt kannski fyrir aðalskipulagsbreytingu að vera með svona ítarleg ákvæði atriði sem starfsleyfi eru venjulega fjalla en það var ákveðið í svona ljósi málsins að setja þetta inn í bindandi texta aðalskipulagsins. Og það sem ef þið horfið á textan hann efst uppi til hægri sem undirstrikað og það sem við bættum og breyttum eftir þessa kynningu á drögunum var að segja að starfsleyfin var þetta endurnýja alltaf til ársloka 2028 og það raunin til að undirstrika það að þó að aðalskipulag heimili starfsleyfi til 2028 þá hægt að hafa þau til skemmri tíma eftir því sem ákveðið í mótun starfsleyfis og viðbrögðum við auglýstu starfsleyfi. Og síðan líka þessar kröfur sem eru listaðar hérna upp, það stendur hérna í það minnsta. Þannig að það hægt að ganga lengra að mínu mati heldur en þarna stendur í aðalskipulaginu. Ég ætla kannski ekki að fara yfir öll þessi atriði sem við nefndir og þarna við getum tekið þetta upp í umræðinu eftir örugglega en þarna talað miðast að jafnaði við 5 daga í viku og það rauninni verið að horfa á starfsleyfi sem voru gefin út síðast fyrir þessi félög. En þarna líka nefnt, þarna líka verið að herða á ýmsum atriðum varðandi vöktun og hávaða og atriði sem hægt sem geta dregið úr umhverfisáhrifum eins og að hljóðeinangra riffilhúsið og fleira slíkt. Og síðan eru svona ákvæði líka hvernig eigi að ganga frá svæðinu og hvernig eigi að hreinsa svæðið reglulega. Þannig að þetta eru mörguleyti ítarlegri ákvæði heldur en hefur verið sett áður í starfsleyfið og við fórum vel yfir þetta með heilbrigðiseftirliti áður en þetta fór í auglýsingu. Þá þessi sett svona inn á uppdráttinn, afmarka íþróttasvæði, yfir skotæfingasvæði, þá verið að tala þetta sem tímabundin ráðstöfun og það eru skýr ákvæði endurskoðun innan 4 ára og þið sjáu hvernig svæði hérna á myndinni sem merkt Íþrótt 9 fer yfir skarast á við væntanlega Sundabraut eða fyrirhugaða Sundabraut og hvernig það skerðir líka þetta iðnaðarsvæði. Þannig að en kannski örstutt þetta þennan hóp sem komin á stað núna og tók við hópnum sem var stofnaður á vegum borgarinnar
eins og ég nefndi þá var ákveðið að vísa verkefninu áfram inn í SSH og svæðisskipulagsnefnd og það var gerð eða unnin skýrsla að verkfræðistofunni Eflu, staðarvarsgreining þar sem var skoðaðir mjög margir kostir og þeim síðan fækkað og þannig á myndinni eru rauninni þeir kostir sem voru dregnir út og taldir koma til greina í frekari vinnu. Ég ætla ekki að fara neitt nákvæmlega ofan í þetta, við getum varpað sér mynd aftur kannski upp í umræðinu en við í starfshópnum við vorum ekki að vinna þessa greiningu, heldur var verkfræðistofan að gera það, þannig að það getur verið ýmis atriði sem maður er ekki endilega sammála sem er í þessu mati sem er þarna, en væntanlegir ráðgjafar í framhaldsvinnunni, þeir munu taka frekari rýni og greiningar, þannig að það getur komið önnur niðurstaða út úr þessu, en kannski megin ástæðan fyrir því að fyrri starfshópur vísa þessu frá sér út svona, til SSH var rauninni svo að svona vænlegustu kostirnir sem komu upp eru að mestu leyti utan Reykjavíkur. Að þessum 9 sem voru dregnir út eru 6 utan Reykjavíkur og þar að veru 2 utan höfuðborgarsvæðis. Þannig að það eru kostir sem eru á Vatnsleysuströnd og í Ölfushreppi og síðan, það eru þeir sem eru utan höfuðborgarsvæðisins. Þannig að það var mjög brýnt að fá fleiri að borðinu og líka rauninni fá skýrari aðkomu Skotvíðarsambands Íslands að málinu ef þetta á að vera sameiginlegt svæði fyrir mörg skotfélög og sem íþróttasvæði sem keppnisgrein. Fyrir keppnisgreinar. Ég ætla að enda á þessari mynd hérna bara til að undirstrika það sem ég var að segja og búin að gera það nokkuð sinnum hérna að við erum að horfa á þetta svæði og höfum gert það lengi að horfa á þetta svæði sem framtíðar landnotkun fyrir iðnað og athafnastarfsemi og þarna til vinstri á myndinni þetta eru skýrslur sem unnin var á seinasta ári hringrásargarð, græna iðngarða á Álfsnesinu, það sem var unnið í samstarfi við meðal annars Sorpu og fjölmarga aðila, hvernig svæðið gæti þróast til framtíðar og við erum líka að horfa á þetta svæði sem mögulegt svæði. Við erum með höfninni í Álfsnesvík sem Björgun með. Það eru fyrirtæki sem vilja komast nálægt henni, steypustöðvar meðal annars, þannig að við erum að horfa á þessa möguleika á þessu svæði út frá þessu og þessi breytingatillaga er í undirbúningi og fer væntanlega út núna á næstu mánuðum og þetta kannski undirstrikar það að borgin hefur hagsmuni að því að nýta þetta svæði með þessum hætti. Og svo náttúrulega hitt sem við þekkið vel held ég að það sem sagt fyrirhuguð breyting á aðalskipulagi vegna Sundabrautar og þarna sjást 2 legukostir Sundabrautar við Kollafjörð og þeir liggja þarna yfir svæði Skotreinar og teygja sig rauninni inn á svæði Skotfélags Reykjavíkur líka ef farið var í vestari valkostin. Þannig ég ætla að ljúka þessu bara hér, minni aftur á að tillagan til kynningar í skipulagsgáttinni með athugasemdafresti til 18. apríl sem er í lok næstu viku og í framhaldinu þá verður náttúrulega horft á tillöguna aftur út frá athugasemdum sem koma fram og hún fær umfjöllun í ráðum borgarinnar og meti hvort eigi að breytinni eitthvað og herða á einhverju. Og síðan fer hún til staðfestingar til skipulagsstofnunar í kjölfarið. Væntanlega þá gæti það gerst í maí ef þetta gengur á venjubundinn hátt fyrir sig. En takk fyrir. Jæja, takk fyrir Haraldur, en þá komið að umræðum og ég vil kalla þáttakendur í pallborði hér upp á sviðið. Við ætlum að takmarka umræðunar við 1 klukkutíma, þannig að við höfum svona einhver tímamörk. En þá ætlum ég bara að opna fyrir spurningar. Gjörðu svo vel.
Þið undrist það nú ekkert að ég sé mætt á þennan fund. Ég heiti Sigríður og bý inn í Kollafirði, Sigríður Ingólfsdóttir. Þetta hefur verið eitt af mínum verkefnum, ég held síðustu 4 ef ekki 5 ár að sitja og skrifa athugasemdir við starfsleyfi skotfélagana og kæra allavega 4 ef ekki 5 sinnum til úrskurðarnefndarinnar. Og enn í dag ég komin hérna og eyði tíma mínum til að hlusta á allt það sem aðilar frá borginni hafa fram að færa fyrir okkur íbúðana. En fyrsta spurning mín til Haraldar og hún svo verða skotsvæðin afmörkuð innan íþróttasvæðisins með deiliskipulagi. Og önnur spurning mín, á ekki bara taka þær allar inn, ég nokkrar. Hvað segið þið? Viljið kannski hérna... Á ég að taka... Nei, klára bara, þetta ekki komið spurningunar og... Ekki að taka eina spurningu einu. Já, svo það gleymist ekki. Já. Heyrðu. Ég get reynt að svara þessu. Ég rekna ekki með því að það verði gert deiliskipulag endilega fyrir þessi svæði, bara í ljósi þess sem ég nefndi oft í minni framsögu að þetta tímabundið, það hægt að gefa starfsleyfi á grundvelli aðalskipulags og það ekki endilega þörf á deiliskipulagi í ljósi þess sérstaklega þegar við erum ekki að horfa til framtíðar á svæðinu. Ok, takk fyrir þetta Haraldur. Svo gleðist ég nú mjög mikið við því að sjá hérna Guðjón Eggert frá heilbrigðiseftirlitinu og Svöfu. Þau hafa bæði komið mikið af hljóðmælingum inn á skottegangasvæðunum og þær hljóðmælingar allt aftur til ársins 2006 þær eru bara, það mjög mikið misræmi í öllum þessum hljóðmælingum og mér finnst það eiginlega bara að vera skýlaus krafa okkar íbúana áður en lengra farið með að skipuleggja þetta og klára þetta aðalskipulag að það verði fengin óháð verkfræðistofa til að gera raunhæfar hljóðmælingar á þessu svæði og upp í Esjuhlíðarnar. Og það er bara mikið kappsmál. Þetta gengur ekki. Svafa hérna, það skýrslur frá henni síðan 2004 og 2006. Já, Svafa. Skýrslur frá þér sem sýna 100 decibel við hús í Kollafirði og hérna við ströndina. Svo koma menn seinna, núna síðustu kannski 2-3 ár og þá allt í einu þessi tala dottir niður í 45 decibel. Við höfum sjálf kostað upp á hljóðmælingar frá óháðri verkfræðistofu en bara fyrir mjög lítið svæði og það heldur ekki eðlilegt að íbúa sig að kosta þessar mælingar í mínum huga og ég bara skora á Reykjavíkurborg áður en lengra haldið í rándýra framkvæmdir þarna að gera alvöru hljóðmælingar. Þannig að við getum einhvern tímann farið að sættast á það sem í gangi. Er þetta spurning til Svöfu eða? Þetta bara ábending og tilbeiðsla til allra þeirra sem eiga hérna Pavel og Haraldur og allir þessir sem sita þarna í pallborðinu og fleiri sem sita hérna út í sal. Okay. Aðalsteinn meðal annars. Og svo... Já, svo viltu bregðast við þessu? Já, spurningin í rauninni hvort að heilbrigðiseftirlitið ætli ekki eða Reykjavíkurborg, ég veit ekki hvert ég á beina þessari spurningu, ætli ekki að láta gera alvöru hljóðmælingar á vegum óháðrar verkfræðistofu í kringum þetta svæði. Áður en að eitt endalaust meiri vinnu í þetta. Ég ætla kannski að byrja því að benda á, kveikt á hljóðnum eða heyri alveg í mér. Mér langar bara að byrja því að benda á að Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sjálfstæð eftirlitsstofnun og í rauninni ekki má segja hluti af Reykjavíkurborg, þetta sjálfstætt stjórnvald. Þannig við erum óháður aðili og í öðru lagi að þær hljóðmælingar sem við framkvæmum framkvæmdar samkvæmt þeim stöðlum sem lög og reglugerðir gera ráð fyrir með búnaði sem sérstaklega kvarðaður til slíks og við höfum bara beitt þeim aðferðum sem að þær lög og reglur sem í landinu gilda segja okkur að við eigum að gera. Síðan náttúrulega skipta í rauninni niðurstöður geta verið mjög mismunandi bara hreinlega eftir veðuraðstæðum. Það getur verið mismunandi eftir staðsetningu, það getur verið mismunandi eftir
bara hvernig byssur nota, skotstefnu og annað sem að kemur þar inn á. Og eitt af því sem við erum náttúrulega fengið núna undanfarin ár búnaður sem við getum meðal annars verið með sívöktun, búnaður sem að gerir okkur einfaldara fyrir að mæla og fá niðurstöður og meta únaði. Þannig að ég tel að við séum ekki neinum vandræðum með að framkvæma hljóðmælingar og við höfum alltaf framkvæmt alvöru hljóðmælingar. Og þær eru bara eftir þeim, eins og ég segi, stöðlum sem að okkur gert að vinna eftir. Þannig að allar þær mælingar sem við höfum framkvæmt getum við alveg staðið við. Einhver annar sem vill bregðast við þessu eða það þá næsta spurning? Ég bara þakka Svövu fyrir þetta skýr og góða svar, en þetta ekki upplifun okkar íbúðana. Af því að við höfum látið gera hljóðmælingar sem eru allt öðruvísi og Svava hefur sjálf skrifað undir skýrslur hér áður þar sem eru mælt 100 decibel og það var ekkert mismunandi vind og það er ákveðin skilyrði fyrir svona hljóðmælingum. En við skulum ekki fara lengur út í það núna vegna þess að þetta mjög heitt mál. En það bara áskorun okkar að það verði gerðar alvöru hljóðmælingar. Svo líka spurning til Haraldar, hvort að verði ekki skýlausari kröfur að því það vitað að þetta á mjög grófu svæði, þetta skotsvæði, hvort að verði ekki gerða skýlausar kröfur þá áður en þetta fer í starfsleyfi að það verði lokið þeim úrbætum og endurbótum sem að þarf að gera áður en þetta fer á stað. Eins og ég sagði þá mótvægisaðgerðir við höfum rætt ofta áður að það kannski erfitt að fara í miklar mótvægisaðgerðir en eins og held ég eins og ég sagði líka áðan að það eru ákveðin tækifæri vantarlega þegar við mótum starfsleyfið og gerum kröfur þar að draga úr umhverfisáhrifum. Þetta snýr náttúrulega opnunartímanum og hvenær skotið og allt þetta, þannig eru vantarlega eitthvað tækifæri. Þannig að það ýmislegt sem hægt að gera þar en svona að reisa einhverjar manir, eitthvað slíkt sem hefur líka verið rætt að ég held að sé ekki svona forsendur til að fara í þann kostnað fyrir ef þetta bara til 4-5 ára. Það bara að vita að þetta búið að vera þarna í svo mörg ári eins og við vitum öll og í starfsleyfum hafa alltaf verið þessar sömu kröfur. Það ekkert af þessum kröfum sem hafa verið gerðar og eftirlitið frá heilbrigðiseftirlitinu það hefur ekki stoppað þetta. Það hefur átt að leggja til dæmis yfirborðsefni. Það hefur aldrei verið gert en það marg ítrekað þegar heilbrigðiseftirlitið gerir sína skýrslur. Það engin viðurlög, það ekkert gert, ekki neitt og þess vegna og fyrst og fremst þess vegna það sem að íbúar eru orðnir svona langþreyttir á þessu og síðan á að fara að gefa út starfsleyfi. Ok, það eru 2 félag en við þá að sitja aftur heima til að gera athugasemdir og þegar þær eru komnar á þá að fara í úrskurðarnefndina. Hvers konar bull þetta með tíma fólks? Þess vegna þessi spurning komin. Já. Ertu búin með spurningarnar eða? Nei, það er komið. Hvort að sem sagt við höfum að treysta rekstraraðilunum algjörlega fyrir þessum úrbótum og við höfum bara að sjá og bíða. Þessi ákvæði sem koma núna í skipulagi eru til bóta og hljóta styrkja okkur í útgáfu starfsleyfis ef að því kemur. Þetta bætir auka lagi við, það hefur ekki verið í gildi skipulag og ekki verið reynar ákvæði í skipulagi og okkur ber samkvæmt lögum að leita álits hjá skipulagi þegar kemur umsókn starfsleyfi fyrir þessa starfsemi og þá náttúrulega hlýtur skipulagið að kanna hvort að þarna sé verið að fara eftir þeim skilmálum sem eru komnir líka til viðbótar. Þannig að ég held að þetta komi bara til með að styrkja bæði útgáfu starfsleyfis og þær kröfur sem hægt er að gera. Fleiri spurningar? Gjörðu svo vel.
mér, ég verður að láta heyra í mér. Ég íbúi hérna og mér finnst afskaplega erfitt að heyra það að við allir íbúarnir séum á móti skotsvæðinu, sem ekki satt. En kannski megna þeir sem að mæta á fundin hérna. Ég einn af þeir sem að skjóta. Ég reyndar hef ekki getað mætt hana í Álfsnes af því að það bara búið að vera lokað síðan að ég kem til landsins. Ég veit að það búið að gera einhverju úrbætur, en svo annað, ef starfsleyfið bara til skamms tíma, hver þá að borga þær úrbætur? Bara spurning. Og hvar vill fólk fá frekar fá skotsvæð? Líka spurning. Og þetta meira til ykkar íbúa. Er það okkar mál? Sem eru á móti þessu. Er það okkar mál? Er það mitt mál? Að þeir sem á móti þessu? Á ég að líða fyrir það að þið viljið loka þessu? Hvað koma undan? Hvað koma undan? Í fyrsta lagi þá heyrið þið... Hvort er það heimilin eða hobbíi sem gengur fyrir? Þú hefur ekki verið að fóða stróka í salvi. Er einhver spurning sem þú vilt koma á framfæri eða bara þú vildir koma þessu sjónarmiði á framfæri? Hvernig verður opnað? Einhver sem vill svara því eða? Sko, ef við klárum forsenda útgáfu starfsleyfa er staðfesting á þessari breytingu aðalskipulags sem ég var að fara yfir og geti reiknað með að þetta myndi klárast í seinni hlutann í maí, það er þess breytingin sjálf og síðan þarf að auglýsa starfsleyfið, að undirbúa starfsleyfið, ný starfsleyfi og auglýsa þau í 6 vikur og Guðjón og Svava kannski geta svarað betur um það hvað sá tími er langur með líka að því að það er auglýst í 6 vikur og svo náttúrulega þarf umfjöllun þannig að þetta er að dragast inn í sumarið klárlega. Fleiri spurningar í salnum? Auglýsingatíminn er reynda 4 vikur en þetta náttúrulega fer líka eftir bara umsóknin og þeim gögnum sem koma, hvort þau eru fullnægjandi eða hvort það þarf að bæta við og koma með einhver frekari gögn og bara hvernig það ferli gengur. Þannig að það er bara ekki hægt að setja mjög skýran tímaramma á þetta eins og þeir. Kannski að bæta við eins og þið sjáuð í þessum skilmálum sem er að setja í þessa aðalskipulagstillögu, þá er gert ráð fyrir líka vöktun á hávaða og það er náttúrulega hægt að bregðast á við líka þeim niðurstöðum sem kom í ljósi í kjölfar slíkra vöktunar og eitt af því sem við höfum til dæmis verið að gera eftir ábendingar íbúa var að nota svokallaða sænska aðferð við mælingar eins og verkfræðistofan sem þið fengu til þess að mæla virðist hafa gert. Við höfum reyndar ekki séð þá skýrslu í heild sinni, heldur bara hluta af henni, þannig að er ekki alveg nákvæmlega viss hvort hvernig nákvæmlega það fór fram. En við höfum mælt eftir þessum sænsku aðferðum sem eru sérstaklega ætlaðar fyrir skotvelli. Þær eru því miður ekki í íslensku regluverki. Við höfum aðeins svona regluverk sem styður bara mælingar við svona starfsemi sem er kannski með reglubundnar í hávaða heldur en svona einstaka skot. Þannig að það hefur verið lagt til breyting á reglugerð hávaða og þar hefur bæði Umhverfisstofnun og heilbrigðiseftirlit komið að reyna að innleiða reglur en þetta er ennþá í umhverfisráðuneytinu, það hefur ekki verið gefin út uppfærsla á hávaðareglugerðinni og við getum í rauninni ekki stuðst við neitt annað en það sem reglugerðin segir til Þannig að það er alveg hægt að fá verkfræðistofur til þess að framkvæma mælingar samkvæmt ýmsum stöðlum, alveg eins og við höfum verið að gera. En í rauninni það eina sem við höfum til þess að styðjast við sem stenst lög að það er það sem er vísað til í hávaðareglugerðinni eins og hún stendur í dag. Og í því náttúrulega sitjum við alltaf að við verðum bara að vinna eftir þeim lögum og reglum, það er okkar verkfæri. En við höfum vissulega lagt til að það séu settar ákveðnar reglur og viðmið sem miða sérstaklega við skotvelli. Og það er bara eitthvað sem við þurfum að bíða eftir að þau sem sjáum að setja reglurnar að þau komi því frá sér. Já, ég heiti Kristbjörn hérna.
Ég var einmitt svo hissa að sjá vísa í sænska reglur hjá ykkur heilbrigðiseftirlitinu. Því ykkur var ráðlagt að nota sænska reglur til að mæla hávaða frá skotvöllum. Og ég las þetta mörgum sem en texta. Þetta er ekki til að mæla hávaða frá skotvöllum. Sænsku reglurnar sem þið tala þeir eru fyrir iðnaðarsvæði, ekki fyrir skotvölli. Þið getið lesið það yfir sjálf. Það sem að stendur er vísað í leiðbeiningum Umhverfisstofnunar að við notum til að mæla hávaða frá atvinnurekstri. Það er frá almennum iðnaðarsvæðum. En reglurnar sem ég er að vísa til eru sérstaklega tilgreindar að séu fyrir skotvelli. Jú, já, þá hefur ekki verið að lesa. Þú hefur ekki verið að lesa það sem við vorum að lesa. Skotbunn er eitthvað sluðið sem ekki verður á sænsku. Það er ekki þess að vísi í svo. Það er ekki svo mælið að tíminn er lengri í fellinu sem við erum með, þá verður ekki fellinu. Meðaltalið er þannig verður skotvelli í margmúlegsverðinu. Já, ég heyrið að þú ert að vísa í þessar reglur sem við erum að þurfa að vinna eftir í dag, en við erum náttúrulega með fulltrúa frá Umhverfisstofnun sem að afhenda okkur þessar reglur fyrir sænska skotvelli sem vann sjálf sem heilbrigðisfulltrúi í Svíþjóð, sérfræðingur Umhverfisstofnunar í þessum málum og það sannarlega er tilgreint mjög nákvæmlega í þessum reglum. Þetta er skotvelli og það eingöngu og hvernig á að skipuleggja þá. Og það er það sem ég er að vísa til hérna, ekki hins sænska staðlan sem er fyrir mælingar að hávaða frá atvinnurekstri. Þið neituð að nota það sem Umhverfisstofnun bara ráðlega ykkur að gera. Þið svo ekki gera það þegar íþýkjan að nota þessu mælingar. Það stendur það í orðin eftir. Birgir, má ég kannski biðja að tala í mikrofónin þannig að þetta færa í upptökuna? Eins og ég bendi þér á áðan að þá höfum við framkvæmt mælingar samkvæmt þessum sænsku reglum sem vísað er til í þeim gögnum sem að við höfum þó fengið varðandi þá mælingu sem Verkfræðistofan framkvæmdi fyrir íbúa og þær reglur sem að Umhverfisstofnun mælti með sem eru fyrir skotvelli í Svíþjóð. En eins og ég var að vísa til áðan að þá getum við ekki beitt okkur samkvæmt þessum reglum því að þar eiga sér ekki stoð í íslensku regluverki. Hins vegar sænsku leiðbeiningarnar sem þú ert að vísa til sem eru fyrir hávaða frá iðnaðarsvæðum eða athafnasvæðum sem eru í leiðbeiningum Umhverfisstofnunar sem þið getur séð á vef hennar, að þær er vísað til í okkar löggjöf. Og við, eins og ég segi, ég geta þess að sýnt þessar reglur að þú vilt, en þar eru sérstaklega fyrir skotvelli með sérstökum töflum fyrir þennan augnablikshávaða sem að kemur frá skotvellum sem er náttúrulega annars eðlis heldur en kannski frá almennum atvinnurekstri. Og þetta, eins og ég segi, þetta er það sem ekki það við viljum ekki gera, við höfum gert það, við erum búin að framkvæma þessar mælingar, en við getum ekki nota þær á sama hátt og við getum nota aðra mælingar af því að við erum ekki með stoð í reglugerð. Er það ekki rétt að þið báðu Umhverfisstofnun leiðbeiningar og þið neitið að nota það sem hún sagði við ykkur? Það er rétt að við leituðum til Umhverfisstofnunar málið, fengum svarbréf en það er bara ekki byggt á, það er ekki leiðbeiningar eins og er mælt fyrir í lögum. Þetta svarbréf er ekki ígildi leiðbeiningar sem mælt fyrir í lögum. Og það er ekki heldur rétt að við höfum ekki viljað nota þetta vegna þess að þetta sé íþyngjandi. Það hefur aldrei komið upp á yfirborðið að talsjá okkur að nota ekki þessa reglu vegna þess að þetta sé íþyngjandi. En þetta svar frá Umhverfisstofnun bara einfaldlega uppfyllti það ekki að vera að geta talist leiðbeiningar eins og vísað er til í lögun. Ég veit að á Íslandi er ekki til reglur skotvelli, en það sem er ekki til reglur það er að vísa í að fara til annarra landa til að fá sambærilega reglur. Það var akkurat það sem stóð í eldri útgáfu af reglugerðum hávaða, en það er fellt út í þeirri reglugerð sem gildir núna. Já, það var fellt út 2008 en það var fellt út eftir að voru gefin út fyrstu starfsleyfi á Álfsnesi. Já, eru fleiri spurningar? Hefur lokið? Já. Fleiri sem vilja tjá sig eða vera með spurningu? Já, Sigríður, býttu aðeins hérna eftir mikrofónunum. Takk. Það er greinilega mismunandi túlkanir milli okkar íbúanna og þeirra sem að sita hvort sem er í skipulags
tekningunum eða þeir sem eru að mæla hérna hljóðin og hávaðan eða þeir sem hafa flutt hingað til að geta verið nálægt skotsvæðinu. En það er alltaf verið að leita að skotsvæði þannig að það er kannski hægt að færa það. En þá dettur mér í hug að að við séum ekki svona súr á svipinn yfir öllu þessu máli. Ef þetta viljum að skotveiðifólk eða skotæfingafólk geti fengið að stunda sína íþrótt. Það er ekkert á móti því. En það er á móti því í mínum huga ef ég get ekki notið þess að vera úti heima hjá mér á kvöldin og helgar yfir sumarið. Af því það er endalaus skothávaði. Og þá eiginlega bara leggja til að hvort við getum kannski hist bara 4 eða 5 einhver hérna, Svafa kannski, heilbrigðiseftirlitinu og kannski einhverju 2 frá okkur og 1 frá skipulaginu og aðeins fari betur onni þetta svona í einhverju sátt. Þannig að menn geta einhvern tímann hægt að skrifa þessar endalausu athugasemdir og reyna að komast einhvern veginn að einhverju skynsamlegri niðurstöðu í þessu máli. Auðvitað vitum við öll að þeir sem að búa hérna næst vilja skotfelluna burt á Álfsnesi og ég vona sjálf að það verði sem fyrst. Og takk fyrir fundinn. Já, takk. Vill einhver bregðast við þessu? Já, ég vil gjarnan bregðast þessu. Ég heiti Dóra Björt, formaður umhverfis- og skipulagsráðs. Ég vil bara þakka þér fyrir þínar spurningar, fyrir að koma á þennan fund og til að eiga þessu samtali. Og ég vil nú bara segja að það er samúð með þessum sjónarmiðum sem þú ert að fara yfir. Það er nú einmitt ástæða þess að við erum í þessu ferli sem er að finna nýjan stað. En á meðan við erum að finna nýjan stað þá er það kannski ábyrgðar hluti af okkar hálfu að skotfimi, þeir sem eru að æfa þessa íþrótt fái að gera það á meðan, af því annars væri við að segja gagnvart þessum félögum, þessum íþróttafélögum að þau að það líka, þetta er svona ákveðin jafnvægiskunst að þau fái að vera til hreinlega frekar en að þannig að þetta er svona, við erum að segja það að við ætlum að finna annan stað, það er fullur vilji til þess og það er einmitt ástæða þess að það er verið að ráðast í þá vinnu, það er búið að vera að gera þessar greiningar sem Haraldur fór yfir og áfram er verið að fara að skoða það og er ákveðin hópur sem að hefur fengið það verkefni. Og þannig að það liggi bara fyrir en mér finnst bara gott að heyra í þér þennan sátta hug og ég held að það sé mikilvægt að við munum við erum í sama liði, við erum öll að gera okkar besta og við erum hérna með starfsfólk sem er að sérum að gera þessar hávaðamælingar og gera það út frá einhverjum reglugerðum og reglum og það er hægt að tala fram og tilbaka það, við erum með gott fólk í skipulaginu sem er líka að gera sitt besta og allt í þessu máli snýst bara að reyna að leysa það í sem mestri sátt og það er það sem er okkar eina markmið. Já. Fleiri spurningar úr sal eða sjónarmið? Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Kjarval Jónsson heiti ég er formaður Skotvís og Skotrein er alltaf dótturfélag okkar og ég veit að ég tölum hérna fyrir hönd Skotreinar og okkar félagana að það er ekki tilgangur félagsins að ergja íbúa hérna á Kjalarnesinu. Við viljum verið sátt við ykkur og ég fagna þessari sáttahönd sem er rétt fram en þess að ég veit að þeir hafa verið að skrúa upp hérna hljóðdempara plötur til þess að minnka hávaðann og snúa skotsvæðinu aðeins til norð og austurs svo heyrist minna og þetta kom út úr hérna hljóðmælingu sem voru gerðar einmitt samkvæmt sænsku reglunum og það er rétt sem Svafa segir. Regluna sem mælt eftir eru sænskar, það eru frá Svíþjóð, ég er búin að fá það staðfest frá sænska skotveiðisambandinu. Það eru líka til danskar reglur en það er þetta kannski að fara eitthvað bíl beggja þar á milli, það er ýmislegt gott í báðum. En ég bara lýsi þér að Skotvís og Skotrein er alveg tilbúin til að starfa með íbúasamtökum Kjalarness að minnka hávaðann frá skotsvæðinu. Það er stendur ekki okkur og það er beggja hagur. Takk fyrir. Fleiri spurningar? Gjör svo vel þarna. Það er sæl. Ég heiti Róbert og er formaður Skotreinar. Ég langaði bara aðeins að tilkynna að segja ykkur að ég tók nú þátt í þessum hljóðmælingu með heilbrigðiseftirlitinu sínum tíma, síðast. Og þar var til dæmis kom eins og völlur 4 hjá okkur
Hann mældur sem alla háaði þar. Það vegna þess að við snerum skotstefnunni og líka það að þetta lægi sem meðan var verið að flugvélar flugu yfir og bílaumferð var upp á Kjalarnesi, gerði fram hjá mælingamönnunum. Það þurfti að setja lægi sem meðan það verið að þeir kerðu fram hjá og flugvélarnar sem voru, listflugvélarnar sem voru í loftinu, að það yfirgnæði skotkvællina. Þannig að það getur verið munur á hávaða hljóði. Takk fyrir þetta. Fleiri spurningar, sjónarmið, gjörðu svo vel Sigríður. Róbert, takk fyrir þetta. Það er örugglega út af þessari ástæðu sem að við teljum að það verði að fá óháða verkfræðistofu til að mæla sem að hefur sérhæft sig í því í gegnum áraraðir og eru með mestu og bestu sérfræðingar landsins í þessum efnum. Og svo ætla ég líka að benda á það að stundum þá flögrar að manni hvers konar sérhagsmunahópur geta skotveiðimenn verið. Það eru 130 manns sem að ganga á Esjuna á hverju einasta ári. Allavega núna á síðasta ári. Það eru kajaksiglingar, það eru leitarhundar, það er endalaust af útivistafólki í Kollafirðinum sem verður fyrir áhrifum. Það er ekki bara íbúar og landeigendur. Við erum með vinsalasta útivistarsvæði á Reykjavíkursvæðinu og ætlum við að láta þetta yfir okkur ganga enn og aftur þótt í skamms tíma sé. Þetta er búið að vera hérna í 20 ár og það er komið nóg. Takk. Lengur bregðast við þessu? Já, ég langaði bara aðeins að kannski bregðast við að þessar talaði mitt aftur alvöru mælingar að eins og Róbert er að lýsa, það að mæla samkvæmt stöðlum, það er nefnilega ekkert auðvelt mál vegna þess að það er ýmislegt í gangi í umhverfinu. En þess vegna þarf maður einmitt að tryggja það að þegar þú ert að mæla, þú farir eftir stöðlum, þú sért ekki að mæla til dæmis flughafa þegar þú átt að vera að mæla skothafa. Og þá náttúrulega sjálfsögðu við högum við mælingunum þannig að við mælum ekki á meðan að umhverfis hljóðin trufla. Við förum bara eftir þeim settu reglum sem eru. Við höfum enga hagsmuni annað en það að við erum að sinna okkar vinnu og við erum að sinna því vel og að fagmennsku. Það er okkar faglegi heiður sem við leggjum að veði þegar við erum að vinna okkar vinnu. Og við erum ekki að reyna að búa til einhverja tilbúnar niðurstöður og sama er náttúrulega upp á teningnum ef þú kallar til verkfræðistofu sem á að vinna eftir þessum reglum þá verður þú að fara eftir þessum staðli nákvæmlega eins og við gerðum. Það verður að vera byssa, hún skýtur á þessum tíma, hún skýtur þetta oft og síðan beitir þú ákveðnu reikniða fyrir þess að fá það niðurstöður. Og það er ekkert öðruvísi sama hver kemur að þessu, svo lengi sem þú fylgir þessum staðli, þá ertu með alvöru mælingu og þú mælir hins vegar alltaf bara nákvæmlega það sem er í gangi á þeim tíma sem mælingin fer fram. Reglurnar gera ráð fyrir ákveðnum fjölda byssum, ákveðinu skotstefnu og við erum búin að fara núna yfir það að kortleggja þessar skotstefnur og koma með ráðleggingar það að breyta skotstefnu til þess að lágmarka hávaða. Þannig að allt sem við erum að gera er einmitt að reyna miða að því að minnka það ónæði sem kemur frá þessum skotsvæðum. Kannski að fá að bæta við aðeins Aðalsteinn Haukur heiti ég er borgarfulltrúi Framsóknar og formaður heilbrigðisnefndar. Ég kannski vildi svona aðeins fá að taka undir því sem að fulltrúar heilbrigðiseftirlitsins hafa verið að segja hérna Guðjón og Svava að mín kynni af því starfsemi heilbrigðiseftirlitsins eftir að hafa verið þar formaður í rúmt 1,5 ár er hrein og klár fagmennska að því leitinu til að það er verið að tala svona verið að vísa í einhvers konar kannski óhlutleysi eða eitthvað slíkt. Þetta er hlutlaust apparat sem er staðsett undir borgarkerfinu. Þau eru ekki að hlutast til með hagi eins frekar en annars í þessu máli og eru bara að taka mjög fagmannlega afstöðu í þessum málum og eru að vinna eftir reglugerðum sem að þeim er sett. Ég vil bara fagna náttúrulega orðaði hérna áðan varandi með að reyna að finna einhverja sáttarhönd til þess að leysa þetta meðan að við erum að skoða
framtíðar staðsetningu sem að vonandi kemur sem fyrst, því að það finnst mér vera svolítið rauði þráðurinn að finna þessu framtíðar staðsetningu þannig við getum leyst út úr þessum hnút sem við erum komin í. Takk. Takk, ég ætla bara líka aðeins að bæta við þetta. Ég get nú alveg sjálf reyndar tekið undir með heilbrigðiseftirlitið og þau faglega heit sem þar eru. Ég svona kannski hinum einn frá í umhverfis- og skipulagsráði þá Reykjavíkur og heilbrigðiseftirlitið með eftirlit með okkar störfum og með störfum borgarinnar og bara því sem í gangi í umhverfinu, bara mörgu og forsendum íbúa í þeirra þágu. Og við finnum nú alveg fyrir því þegar heilbrigðiseftirlitið ekki sammála því sem í gangi að þá setja þau niður fótinn og eru ekki feimin við það. Ég get nú alveg staðfest það. En líka vil ég nefna bara út frá þeim sjónarmiðum sem að þú nefnir og varst að spyrja út í þennan hagsmunahóp sem að skotfimi æfingafólki og það nú alveg verðugt og það einmitt akkurat þetta að við viljum hafa jafnræði á milli allra hópa og það líka ákveðin ábyrgðar hluti að sko ég sjálfur stund ekki skotfimi og hef mjög takmarkaðan áhuga á henni með fullir virðingu en það líka mikilvægt fyrir okkur að taka allar skipulagslegar ákvarðanir út frá svona jafnræði sjónarmið bera virðingu fyrir frístundaiðkun annarra óháði hvernig hún íþróttastarfsemi og öðru að því gefnu að þessi ekki að ganga og of á hlut annarra og innan þeirra marka og það einmitt sá ferill máls sem að þetta mál í að við erum einmitt að reyna að standa vörð það að einhver félög sem að eiga allt undir því að fá að stunda sína starfsemi á meðan nýr staður fundinn, fá að gera það á meðan við finnum svo nýjan stað þannig erum við að mæta þeim sjónarmiðum að það ekki vilji til að halda þessari staðsetningu til frambúðar en að sama skapi erum við að tryggja að þessi starfsskilir séu til staðar á meðan vegna þess að það heldur ekki sanngjarnt ef við erum að hugsa jafnræði að segja það að okkur sé alveg saman með þessi félög, þið veitir, þetta svona jafnvægiskunstin sem að við kjörnir fulltrúar þurfum alltaf að vera að vigta, það þessi almanna hagsmunir, víðtækir hagsmunir, en ef það væri engin vilji til að hlusta á vilja íbúa eða þau sjónarmið sem hafa komið frá íbúum í þessu, þá væru þau ekkert að skoða nýjan stað eða pæla mikið í því, vegna þess að það eru miklir hagsmunir undir því að halda þessari staðsetningu líka, að búa að leggja innviða fjárfestingu þar og alls konar hlutir, þannig að þetta svona þessi stóra vigtun sem alltaf í gangi hjá okkur. Pavel hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, sæl, Pavel Bartosson heiti ég frá Viðreisn og formaður svæðisskipulagsnefndar. Ég þakka þennan fund og þau góðu skoðanaskipti sem hér hafa farið fram. Nú við í svæðisskipulagsnefndunum hefum fengið það einfald á eftirsótta verkefni að fyrir að varanlegt heimi fyrir skotíþróttuna á Íslandi og það eðlilegt auðvitað þegar fólk heyrir það að fólk fyllist tortryggni því ég ekki einhverja sýndarvinnu að ræða sem leiðir ekki til neins. Svo ekki, við höfum unnið mikla grunnvinnu til þess að láta þessa vinnu verða alvöru. Við höfum í Reykjavík sem við nokkur ánægð með loksins fengið hins sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu borð með okkur því að viðurkenna þetta sé verkefni sem við þurfum að takast á í sameiningu og þess vegna þessu vísandi svæðisskipulagsnefndar. Það sem meira við höfum núna fengið sveitarfélög sem liggja að höfuðborgarsvæðinu í þá vinnu með okkur og höfum rætt það að þau komin í þann hóp líka sem og Skotíþróttasamband Íslands sem ég hef rætt við að hafi þá beina aðkomu að hópnum með þeirra fagþekkingu og reynslu. Þessi hópur verður skipaður núna, erindisbréfið verður samþykkt vonandi á föstudag á fundi svæðisskipulagsnefndar og vegna þess að hér voru settar fram tölur eins og 2 ár, þá get ég glatt hópinn og fundin með því að mitt markmið að þessari vinnu við það að rýna staðarvalið verður lokið fyrir lok þessa árs 2024 og ég hef haft metnað fyrir því að halda mér við slíkar áætlanir þegar þær eru settar. Þannig að þetta svona tímalínan hvað var það framtíðra staðsetningu og ég ánægður og vongóður með það að við séum að ná fleiri en bara Reykjavík og borgum borð, ná skotufólki, ná hinnum sveitarfélögum með og svo að sjálfsögur verið þessari vinnu haft samráð við alla aðra hagaðila líka þar maður íbúa hér á svæðinu. Fleiri spurningar? Gjörðu svo vel. Aðeins svona að hvaða svæði verið að skoða?
ég skal kannski svara því beint. Það verið að rýna fyrst og fremst þau svæði sem komu fram í skýrslu sem var unnin að hálfu Reykjavíkurborgar og þetta eru þau svæði sem hópur mun í fyrsta kasti líta til og það var okkar kastmál að fá borðrunni að ég svo hefur verið nefnt, þarna ekki einungis Reykjavíkurborg, heldur önnur sveitafélög og við erum núna komið með önnur sveitafélög með okkur borð þau sem þarna eru til þess að rýna það. Þannig að ég held að þetta geti verið já, ég allavega bind voru að sé alvara við þessa vinnu en þessa skýrslu getur auðvitað nálgast eða senda mér post og ég bendir á hvað þú getur fundið hana ef þú vilt. Fleiri spurningar? Já, gjörðu svo vel. Býttu aðeins eftir mikrofónunum ef þú vildi vera svo vegna. Já, takk fyrir. Þá Álfsnes einn kosturinn áfram með þessa skýrslu? Álfsnes þarna á listanum. Það væri óðurlegt annað heldur en að taka hann með í reikninginu vegna þess að ég veit að það mjög sterk sjónarmið í ákveðnum hópi að svo verið áfram. Það augljóst að þarna eru stór rauðir punktar þarna vegna þess að það eru mjög sterkir grenndarhagsmunir og þið hafi heyrt ykkar kjörnu fulltrúa og fulltrúa annarra lýsa yfir sína skoðun á framtíðar staðsetningu þessa svæðis. En mín reynsla, ég verð að segja því, ég hef reynslu að því að leysa flókin vandamál og fást við erfið úrvinnsluefni í nefndum sem setta saman og ég verð þá að biðja að lýsa ekki því yfir hvaða kostur þessum ég tel vera bestan í það ekki gott viðarnesti í slíka vinnu ef að sá sem formaður sem að öllum getur verið ég lýsi því yfir fyrirfram hvaða kostur á þeim sem það eru nefndi sé bestur. Fleiri spurningar? Gjör svo vel. Já, takk. Mér langar að spyrja ég held að vera á fyrsta blaðsíðinu framlenging leyfa. Já, það stendur að félag á svæðinu endurnýja starfsleyfi alda til ársloka 28. En svo stendur núna, það má endurnýja til 28, endurnýjing má eiga sér stað til með 28. Það þá til 32? Ég vil bara hafa þetta núna á myndbandi, upptaka, getur man endurnýja til ársloka 28 sem gildir þá í 4 ár til 32? Eða getur man bara endurnýja leyfi gildir til 28? Nei, þetta hugsað þannig að það séu skýra forsendur í aðalskipulaginu að það sé hægt að endurnýja leyfin af því þau eru ekki gildir núna. Að það gildi þá að hámarki til loka árs 2028. Leyfið? Já, þannig að það verið gefin út leyfi á grundvelli þessari breytingar í þessi 4-5 ár meðan verið að finna nýja stað og koma honum í gagnið. Þá leggja til að þetta verið orða þarna og alveg skýrt. Takk. Já. Fleiri spurningar? Sál? Einhver sem þið viljið koma framfæri í panel? Frekar? Það ein spurning hér? Ekki beint spurning, heldur bara vildi ég þakka ykkur góða fólki fyrir að koma og sitja með okkur íbúum á þessum fundi og bara þáttökuna og svara. Takk kærlega fyrir það. Takk sömuleiðis. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef ekki eru fleiri spurningar, þá vil ég bara þakka Haraldi og panelnum fyrir kynningu og góð svör og ykkur hinum fyrir þáttökuna. Og ég minni ennþá aftur á að frestur til að gera athugasemdir til 18. apríl. En þar með þessum fundi slitið. Við má bara segja takk líka kærlega fyrir að koma og eiga í góðu samtali, fyrir að spyrja og fyrir að svara. Ég held að þetta sé eitt best mannaðasti panel á íbúafundi sem ég hef setið, þannig að bara þið sjáu að það mjög mikill hugur og vilji til að koma til móts við sjónarmið úr mörgum áttum. Þannig að bara takk kærlega fyrir.